Taktikinn í boði Jakko og Jóðem Jóð. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Umfjöllunarefnið í þessum þætti verður skákíþróttin og hingað til mín í settið ég komið skákmeistara Akureyrar. Andri Freyr Björgvinsson, velkomin. Já, takk fyrir það. Ef við segir okkur hans frá þessum nýja titli, skákmeistari Akureyrar, hvernig gekk á mótinu? Vel vantarlega. Já, mjög vel. En það var semst þannig að það var telt 7 umferðir, 7 skákir sem sagt, og þetta fer þannig fram að það er bara 1 skák á dag. Og mótið var í einhverja 3 vikur og semst hver skák telt þannig að þú hefur 90 mínútur til að hugsa og í hvert skipti sem þú ítir á klukkuna á leiknum þá bætast við 30 sekúndur á leikinn. Þannig að hver skák að taka alveg getur tekið allt frá 2 og upp í 5 tíma. Það fór semst þannig að ég var efstur með 6 vinninga af 7, tapaði 1 skák og var semst 2 vinningum á undan næstu mönnum. Þannig að þetta var ágætis árangur. Hvernig lífið svona þessa daga að vera með þennan leik á hverjum einasta degi? Þetta hlýtur að taka á. Já, þetta var svona 2 viku. Þannig að þetta er náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt. Að maður geta haft þetta með því sem maður er að gera. Maður kemur heim og er búinn að klára það sem maður er að gera á daginn og svo fer maður að undirbúa sig fyrir bara næstu skák og næsta andstæðing. Þannig að gera í janúar ótrúlega skemmtilegan. En þetta eru langar skákir, eins og segir, í einu og þá hlýtur einbeitingin að skipta öllu máli. Já, klárlega. Man þarf að halda einbeitingu vel og lengi. Af því að það þýðir ekkert að halda einbeitingu fyrsta klukktíman og svo vera að fara að hugsa hvað maður ætlar að borða í kvöldmatinn næstu 2-3. En nú ert í ýmsu öðru líka. Þú ert að vinna með þessu og það er skóli með þessu. Hvernig kemur þessu að? Því að þetta er tímafrekt sport. Já, algjörlega. Þetta er náttúrulega, maður þarf að skipuleggja sig rosalega vel. Bæði til að sýna æfingum og líka til að keppa. Og hingað til hefur gengið. Maður er bara frá 8 á mótnana til eitthvað fram á kvöld. Bara með dagskrá dagsins. En það er eitthvað skákin er ekki eitthvað sem maður vill sleppa og maður bara finnur sér tíma í það. En það eru ýmis atriði til þess að æfa og við ætlum aðeins að reyna að fara í það í þessum þætti. Sko, það þarf kannski ekkert eitthvað sérstaklega mikla líkamlega hæfni til að færa kallan á peðin á vellinum. Þetta eru alls konar aðrir þættir sem þú ert að þjálfa upp. Já, þú ferð ekkert í ræktinu og æfir upphandleggina sérstaklega. Þetta er meira náttúrulega andlegt og andlegur styrkur sem þú ert að æfa. Og eins og einbeiting, náttúrulega úthald kemur náttúrulega líka langt í hvað varðar einbeitingu. Það er náttúrulega ef þú ert í sæmilegu formi þá heldur einbeitingu lengur og verður meira afköst. En eins og fyrst og fremst þá er þetta náttúrulega andlegt frekar en líkamlegt. Stærðfræði, hugarreikningur, þú hlýtur að þjálfa það líka? Jú, svona að einhverju leyti. Þetta er náttúrulega mikið til líkt. Þú ert náttúrulega að sjá fyrir þér fram í tímann og reikna ýmsar leikjaraðir og hugmyndir sem geta komið upp og halda þeim í kollinum á þér. Þannig að það er svona líkindin við stærðfræði kannski. Þú ert að reikna langt fram í tíma, þú ert að sjá fyrir þér. Og þegar þú byrjar á stærðfræðidæmi, þá ert að sjá fyrir þér loka útkomuna og öllu skref sem þú ert að taka að því marki. Og þetta er svona svipað. Ef þú tekur aðeins í gegnum undirbúninginn fyrir leik, nú ertu að fara að mæta andstæðingi, hvað gerirðu og hvernig leikgreinirðu andstæðinginn? Já, í rauninni hefst þetta oft daginn áður. Eins og í mótinu sem var að klárast núna, þá hófst þetta oft 2-3 dögum áður af því að stundum voru nokkrir dagar á milli skáka. En þá sem sagt byrjar maður að vinna í sínu þáttum, mínu styrkleikum og mínu veikleikum og reyna að gera þá betur. En svona í miðju móti þá reynir maður að skoða andstæðinginn og leikgreina hann í rauninni, hvaða byrjanir hann notar og hvaða hentar honum, hvaða styrkleika og veikleika hann hefur og þá svona reynir maður að meta pínu út frá því hvað ég sjálfur ætla að gera. Hvernig ég ætla að bregðast við fyrstu leikjunum hans og hvort að ef hann til dæmis teflir mjög aggressíft þá kannski teflir maður aðeins öðruvísi með það ef hann væri mjög passífur og færi sér hægt. Þannig að það er svona, leikgreining. Þetta er ekkert ósvipað mörgu öðru sporti. Það sem að þú leikgreinir andstæðinginn fyrir. Og þarftu að passa það einmitt að tapa ekki
þínu leikplan í því þó þú sért að leikreina mjög mikið. Já, nákvæmlega. Maður verður náttúrulega að halda sínu styrkleikum og tefla upp á þá auðvitað líka. Þannig að þetta svona, maður þarf að finna jafnvægi á milli þess að ætla að nýta sér veikleika andstæðingsins og að nýta sér sína styrkleika líka. Þannig að þetta getur oft verið mikil barátta fyrir skákinu oft á tíðum líka, ekki bara yfir borðinu. Já, einmitt. En hvar nærðu í þetta? Hvernig getur þú fylgst með fyrri skákum hjá þínum andstæðingi sem þú ert að fara að mæta? Það hægt að finna skákir oft á netinu eða í sérstökum gagnagrunnum, þar sem eru mörg hundruð skákir sem hafa verið, og ekkert bara með endilega mínum andstæðingum, bara með úr mótum sem hafa verið teld bara alls staðar í heiminum. Já. Og það eru svo sem ekki alla skákir sem eru taldar sem eru settar hann inn, en margar eru það. Og síðan snýst þetta dálítið það, eins og hérna á Akureyri, þá náttúrulega kemur maður sér upp, maður teflir oft við sömu andstæðingana. Þannig að þá maður búinn að koma sér upp svona ákveðnum gagnagrunni til að undirbúa sig fyrir þá. Já. Og eins ef að þegar ég fer og tefli og keppi annars staðar, þá mjög þægilegt að leita oft í gagnagrunna til að finna andstæðinga mína og sjá hvernig þeir tefla. En einmitt svona fyrir leikinn, þá ertu að leikreina þá bara taflborðið og sér þá skákina á netinu. Ertu að einhvern veginn greina andstæðingi líka á með og ertu að tefla við hann, hans látbragð og svipbrigði? Já, en maður getur náttúrulega aldrei lesið oft á tíðum í summa, en það eru margir sem að gera mjög vel að sýna engar tilfinningar eða neitt látbragð við borðið og halda bara, pókerfeysi allan tíman. Þannig að sumir eiga miserfitt með, ég hef ekkert alltaf öll með sjálfur, en það skiptir máli að hvort sem þú ert að vinna, ert að tapa, að þú reynir að láta ekki sjást. Því að ég tök sér dæmi að ef þú ert með verri stöðu, þá veit andstæðingur það kannski ekkert endilega. Kannski hann ekki búinn að átta sig á því sama og þú í stöðunni, en ef þú fer að láta eins og þú sér bara búinn að gefast upp við borðið, þá fær hann pínu blóð á tennurnar og veit að það möguleiki á sigri þarna. Þannig að maður verður að passa það að sýna ekki allt of mikil svipbrigði við borðið. Þetta er atriði sem við getum tekið og þetta á við allar íþróttir að vera ekki búin að gefast upp og það sem kallað að halda haus í stöðunni, eins og segir að andstæðingurinn er ekkert að lesa nefnilega eins og þú og þú gefur honum færi á þér með því að hengja haus. Já, það er alveg rétt, af því að þetta er ekki eins og í öðrum til dæmis, ef við tökum boltaíþróttir sem dæmi, þar sem að þú sérð alltaf stöðuna og veist stöðuna. En í skák þá er enginn að koma til hann að segja, já, þú ert munið, eða leiktu þessum leik. Það má ekki. Þannig að túlkun manna á stöðum og skilningur á stöðum er oft misjafn. Þannig að, eins og segir, það skiptir miklu máli að bara halda áfram, af því að það munu verða tækifæri seinna ef maður heldur áfram, oft á tíðum. Lendið þið ekkert í því í skákinni að vera hreinlega búin að ofleikreina, að það eru tveir andstæðingar að leikreina hvern annan og þið séu hreinlega búin að tefla skákina fyrirfram? Jú, það er alveg komið fyrir. Ekki mikið svona á áhugamannastigi, en stórmeistarar og bestu skákmenn í heimi sem maður náttúrulega kunna mjög mikið og eru búin að leikreina andstæðingar sína gríðarlega vel, þekkja marga byrjanir. Þeir eru og styðjast í tölvur til að hjálpa sér í undirbúningi. Þeir eru oft búnir að leikreina andstæðingi sínu og andstæðingarnir þekkja það sama. Já. Og þá stundum verða skákirnar enda bara í jafntefli án þess að nokkur nýr leikur komið fram. En náttúrulega í skáki eru eiginlega óteljandi möguleikar. En þetta er ekkert svakalega algengt. Þetta kemur fyrir, en það er miklu oftar sem að í byrjun þá fer einhver og leikur aðeins öðrum leik. Aðeins öðruvísi, kannski leik sem er örlítið sjaldgæfari, svona til að taka andstæðinginn aðeins og jafnvægi út úr sporinu. Af því að þrátt fyrir að andstæðingurinn hafi kannski séð og lært á þessa ákveðnu leið áður, þá var það kannski nokkur mánuðum eða ára fyrr og hann kannski ekki endilega með hana í haustnum akkurat á þeim tímapunkti. Þú nefnir þarna óteljandi möguleikar en samt sem áður þá er þetta, þetta er rúðustrika, það er þetta ferkantaða borð og það eru þessi leikmenn, það eru búið að spila þetta óteljandi oft áður. Eru menn að sjá mikið af nýjungum, einhverju leikum sem eru ekki algengir eða ekki eitthvað sem enginn hefur séð áður? Það er alltaf að koma. Það er náttúrulega ótrúlegt eiginlega hvað það kemur mikið af nýjungum og náttúrulega menn eru að vinna, stórmeistarar og bestu í heimi hafa náttúrulega aðstoðarmenn sem eru að hjálpa þeim að finna svona nýjungar til að koma með í skákunum og þeir náttúrulega sjálfsögðu vinna líka einhverja vinnu sjálfir en
Það auðvitað ekki eins mikið og var fyrir mörgum árum síðan en það samt alltaf einhverja nýjungar sem koma og það rauninni bara af því að stundum þá fara menn aðeins út á sporinu, ekki kannski endilega á slæmahátt, heldur leika einhverju sem ekki endilega algengt og andstæðingur veit ekki hvernig best að bregðast við því og þá leikur hann einhverju nýjung og þannig koma upp fullt af nýjum stöðum. Já. En þetta einmitt ekki eins og aðrar íþróttir þegar þú ert búin að leikrenna ef við tökum aftur dæmi sem boltaíþróttir, sko, peð ekkert að fara að renna á ögur stundu eða þú veist, það eru bara ákveðna leiðir, það er ákveðin manngangur sem þú verður að fylgja þannig að þetta kannski ekki þannig óvæntar uppákomur eins og við sjáum í öðrum íþróttum. Nei, þetta er náttúrulega bara þú með mennina þína sem eru fastir á borðinu og þú mátt bara hreyfa einn í einu. Þannig að það er náttúrulega auðvitað að koma upp svona óvænt augnablik. Það sem að einhver leikur leik sem að ekki góður og þá í rauninni, var hann kannski að renna til og andstæðingur kemst í dauðafæri á að vinna. En þetta er náttúrulega, eins og þú segir, það er náttúrulega bara fast, það eru 64 reitir, það eru 32 taflmenn og reglur og allt sem þú þarft að fylgja en það er samt ótrúlegt með það hversu margir möguleikar eru í boði. En þetta óvænta einmitt, það getur þó verið einhver einn leikur sem að skiptir öllu máli upp á alla skákina. Hún getur unnist og tapast með einhverjum einum leik. Bara á einu augnabliki. Þú getur verið búin að tefla 5-6 tíma, svo smá einbeitingarskortur eða þú missir af einhverju og skákin bara farin. Já. Þannig að það getur verið erfitt en að vinna skákir á þann hátt líka, það sem að þú ert búin að vera í marga tíma að berjast í henni í jöfn skák og svo leikur andstæðingurinn af sér, kannski þegar þú settir hann undir miklu pressu, sú tilfinning er líka frábær og hún er betri heldur en hin tilfinningin af klúðraskákinni er verri, sko. Já. Þannig að þess vegna er maður í þessu. En þú gerir þetta, þú beitir þessu að reyna þá að nota leiki sem að setja kannski andstæðinginn svolítið úr jafnvægi. Já, algjörlega. Maður er ekkert alltaf að leika bara augljósasta leiknum og þeim fyrsta sem mann dettur í hug. Þú náttúrulega reynir að fá oft á tíðum litla leiki sem andstæðingurinn þarf að bregðast rétt við af því að annars getur hann fengið mjög erfiða stöðu og brotnað á endanum. Þannig að þetta er oft smá handavinna að koma sér í gegnum skákina en vel þess virði. En getur verið að menn sé að bíða kannski þangað til að búa að líða eins á skákina og nýta sér það að þá er kannski einbeitingin aðeins farin að fjara út, þú veist, eru þessi augnablik að gerast seinna í leiknum frekar en fyrr? Já, algjörlega. Náttúrulega þegar að menn eru orðnir þreyttir, tíminn er orðinn minni, þá náttúrulega fara þessi mistök að koma og það er einmitt þannig að þú ert búin að vera svona fikra því áfram í skákinni í dálítinn tíma, ert að setja andstæðinginn undir pressu og svo þegar tíminn er knappur, andstæðingurinn er stressaður, þreyttur, þá getur látið skara skriða. Talandi knappan tíma, það er komið tími á smá auglýsingar, þannig við kíkjum í þær og höldum áfram að þeim loknum. Taktikinn er í boði Jakko og Joe's Akureyri. Let's go. Já, við höldum áfram hérna í taktíkinni, við erum að fjalla skák í þessum þætti. Andri, sko, við erum að tala þessa einbeitingu sem þú þarft að hafa í skákina og hvernig þú kemur í þetta hugarástand, þú ert að fara að tefla kannski í marga klukkutíma. Já, hvað gerirðu svona rétt áður en að þú ferð og sest á móti andstæðingi? Já, ég náttúrulega hef mína rútínu sem að þarf ekki endilega að vera eins og margir aðrir, en það hefur fólk mismunandi rútínu fyrir keppni. Eins og kom inn á þá undirbýr maður sig með leikurinn andstæðinginn en svo er ég þannig að svona hálftíma kannski fyrir skákina þá fer ég að hlusta tónlist svona til að hvetja mann áfram, peppa mann upp en svo er þetta dálítið merkilegt að svona 10 mínútur kannski áður en að skákið byrjar þá detti ég það að fara í rólegu tónlistina. Já. Lækka hana, þá ná hugarástandinu. Ég er svona fyrst að kemja mér alveg í gírinn, bara ég er að fara að keppa þannig að ég verður að vera tilbúinn, en síðan þá vil ég ekki vera að söngla lagi allan tíma með að ég er að tefla í haustum. Þannig að þá kem ég mér í eitthvað rólegt, bara svona til að ná jafnvægi og vera tilbúinn í þetta.
Þannig að þú meðvitað svolítið spilar með þig og þannig að þú gýrar upp í rauninu sem þetta fara æfingu í ræktinni en þú ert ekki að fara á einhverja brjála æfingu sem þú fara að lifta heldur ert að fara að halda einbeitingu þannig að þú meðvitað keyrir það niður. Já, algjörlega. Maður svona dillir sér aðeins svona við hina og fer kannski, maður út að labba eða fer út að skokka eða svona áður aðeins þú tekur út smá útrás þá og síðan einmitt þarf maður að koma sér í það hugarstand að þú ert að fara að sitja hérna í einhver tíma, þú verður að rólegur, að því ekki bara að ætla að vera æstur og að ná fram og bara gera eitthvað. Þannig að vera þolinmóður og taka þinn tíma og það svona pínu það sem að ég finn í rólegu tónlistin þegar ég set hana á. Já, en lendur ekkert í því í meiri skák að það leitaðu alls konar hugsanir hvað ég vera að borða og hvernig kemur mér heim á eftir og það nú heimanámið. Lendur ekkert í að þurfa að glíma við þetta og losa þetta úr hausnum? Jú, stundum það þannig að þegar að sérstaklega oft þegar maður með góða stuður og maður hugsa, já, ég alveg komið með anstæðinginn, þá fer ég að hugsa, já, ok, ég á að skila verkefni í kvöld, hvernig á ég að klára það? Eða eitthvað svoleiðis. En það náttúrulega þær hugsanir verður maður að náttúrulega koma frá sér eins fljótt og maður getur. Af því að ofta tíðum þannig að anstæðingurinn, hann að hugsa, að taka sér smá tíma og þá geta alls konar svona hugsanir leita á þig. Ég hef líka lent í því að fá eitthvað lag á heilan í meiri skák og syngja það og geta ekkert hugsa hvað ég er að gera. Það hafa alveg komið tímabil og augnablik þar sem að hafa 5-6 mínútur bara farið í þetta að söngla sama stúin aftur og aftur. En það stundum erfiðara að koma því út úr hausnum en maður fljótur aftur á einbeitingu þegar það farið. Nærðu þá einhvern veginn að tefja á meðan eða hvernig tekstu á þetta? Nei, þá bara tefa klukka mín og... Já, það er bara stopp. Já, þannig að sérstaklega ef ég á leik og kemur eitthvað svona upp í hugan þá ætla ég bara að tefa klukkan og ég bara missi tíma á meðan ég er að gera eitthvað allt annars. En notar þetta eitthvað fyrir utan skákina því að nú er þetta bara í lífinu, það er alltaf að dynja á okkur þetta áreiti, þú veist, þú ert með síma sem er alltaf að hristast í vasanum og ert að fá alls konar skilaboð. Notaru, af því þú getur nú ekkert verið að hugsa síman akkurat á meðan á skákstendur, notaru þetta til þess að takast á við áreiti annars staðar líka? Já, maður reynir það alltaf. Að svona, þú veist, aðeins að róa sér niður og koma sér oft þá til dæmis gríp ég bara í skákunetinu ef ég þarf aðeins að slaka á, hefur róandi áhrif og náttúrulega svo er það líka þannig að þú ert að tefla, þú veist, einmitt, þú mátt ekkert vera í símanum, þú mátt ekki vera neinn tæki á þér af því að það er hægt að svindla með þeim. Getur verið með alls konar skákforrit í símanum sem að geta hjálpað þér og já, þú veist, þegar ég er að tefla þá man ég ekkert eftir símanum. Nei. Tími bara líður áfram og maður byrjar að tefla klukkan 1 og svo klukkan 3:30 og maður bara, já, mér fannst ég byrja fyrir 5 mínútum. Þannig að tími líður mjög hratt meðan maður er að þessu. Það er kannski ágætt fyrir áhorfendur og mig líka að þetta þú sleppir því að kíkja á símann í einhverja klukkutíma og heimurinn ferst ekkert á meðan. Nei, nákvæmlega. Maður er alveg sjálfur stundum fastur í því að vera með símann sér við hlið og þá er maður ofta að kíkja í hann. En þegar maður er í einhverju svona þá alveg gleyma sér og getur útilokað hann í fleiri klukkutíma. Nú ert þú líka að þjálfa skák og ert með krakka hjá þér. Ertu að kenna þeim þessi trikk eitthvað líka og þennan svona hugræna þátt? Nei, ég hef svona lítið farið í það og kannski mættu gera meira af því. En til að byrja með þá erum við að þjálfa byrjendur aðalega. Þannig við erum að kenna þeim bara svona grunninn og reglunar og hvernig á að haga sér við skákborðið og hvernig er best að tefla. Þannig að það er svona helsti fókusinn sem fer á það. En það er ekki, við erum ekki ennþá farin að vinna í mikið andlegu hliðinni hjá þeim meðan þeir eru að tefla. En það kannski kemur seinna meira? Já, algjörlega. Það er eitthvað sem að klárlega hver einasti skákmaður þarf að vinna í. Ertu með eitthvað trikk til þess að slökkva á hugsunum þegar þeir koma upp? Nei, bara fara að hugsa skákinn aftur. Maður bara reynir að horfa á borðið og reynir að finna einhverja nýja leiki. Ekki sem maður er búinn að hugsa áður í skákinni, heldur sama hversu vittlausir eru og maður fer bara að pæla aðeins í þeim og þá svona fer þetta að hverfa, sko, allar þessu hugsanir sem að eigi ekkert heima við borðið. Nei. En hingað til erum við búin að tala um þessar lengri skákir en það er ekkert bara þannig sem þú ert að tefla, það er líka til þessar snarpari skákir og það er einhvern veginn allt annar heimur. Já, algjörlega. Það er hægt að tefla semst með bara endalausum tímamörkum í rauninni. En það sem er náttúrulega langt skemmtilegast fyrir svona almenna áhugamann að fylgjast með eru hraðskákir. Það sem að við hafa oft 5 mínútur, 3 mínútur jafnvel, sem er alltaf mjög lítill tími til að klára heila skák. Og það getur oft orðið mikla sviptingar í skákinni og þetta er mjög vinsælt áhorf á netinu til dæmis. Þá er verið að sýna frá hraðskákmótum
bæði það sem að bestu skákmenn í heimi eru að tefla upp á hápeningaverðlaun og líka bara skákmót á netinu þar sem að eru lýsendur sem að lýsa því sem er að gerast og náttúrulega það getur orðið mikil spenna og skemmtilegt að fylgjast með þannig skákum og ég held að það sé eitt af því sem er mest áhorf á í skákinni. Það eru þessi hraðskákmót. Þannig að skákin á mögulega eitthvað inni, því nú séum maður sko pílun allt í einu fara upp sko, ekkert kannski sérstaklega sexy íþrótt en það er kannski bara með að gera þetta áhorfendavænna og þetta er mjög áhorfendavænt, þeir eru stuttir, snarpir leikir sem er mikið að gerast. Já, algjörlega og ert með skemmtilega lýsendur til að lýsa því sem er að gerast. Það eru oft líka stórmeistarar eða mjög sterkir skákmenn sem að vita alveg hvað er í gangi, þannig að þeir geta útskýrt á skýran hátt fyrir þeim sem eru að horfa, mjög hratt auðvitað því að það gefst ekki mikill tími, hvað er í gangi og að lýsa því hvað mjög hratt, ok, ef mistar hann þessu, hvað hann geta gert og hann gerir þetta af því að þetta er planið hans. Já. Og það er líka, þú lærir af því að horfa á sterka skákmenn, lýsa þessu og svo náttúrulega bara mikil spenna. Maður situr oft sjálfur heima og er að horfa á svo heimsmeistaramót í hraðskák og bara mjög spenntur yfir því hvernig fer. Já. En þetta er allt öðruvísi sko, því að þarna er ekkert svigrúm til þess að fara alltaf inn að söngla eitthvað lag og stoppa í 6 mínútur. Nei, algjörlega. Og þarna gefst þér líka ekki tími. Þarna leita þessar hugsanir kannski ekki á þig af því að þú átt alltaf leik. Þú ert alltaf að gera og þú hefur náttúrulega mikið minni tíma. Hjartslátturinn fer aðeins upp, blóðþrýstingur verður aðeins hærri, svona það er bara spennu líka. Já. Og þú hefur ekki tíma til að hugsa neitt annað heldur bara næstu leiki, af því annars er bara tímið búinn eftir 2 mínútur, sko. Þannig að þarna myndir í raun ekki þá sko keyra niður eins og þú hlustar á þessa tónlist til þess að peppa þau upp og svo ferði eitthvað rólegra. Þarna myndir bara peppa þau upp og fara beint í skák. Já, það er algjörlega svoleið, sko. Jafnvel á milli skák. Já. Að bara halda sig við, sko. En þarna sko eru mistöki líka öðruvísi. Þú ert ekki að bíða þarna þangað til að einbeitingin er farin. Nei. Þarna er í raun mistökin hafa afleiðingar alveg strax. Algjörlega og þarna ræður líka innsæið ofta aðeins meira. Svona hvað tilfinningu hefur fyrir leiknum. Þú getur komist í gegnum langa skák á því að vera mjög góður að reikna og hafa ekkert endilega þessu köllum frábær stöðumat eða þannig. En í hraðskákinni þá er það bara þannig að þú hefur oft ekki tíma til að hugsa langa leikjaræðir. Þú verður bara að leika og treysta þér. Treysta því sem þú kannt og er í undirmeðvitundinni. Og það er mjög sjaldan í hraðskák sem maður stoppar til að reikna einhverjar leikjaræðir. Sko fyrst erum við að tala um reikningi líka, því þetta er nú, eins og við tölum aðeins svolítið rúðustrikuð íþrótt, því þetta er bara þetta borð og þessi menn og þú getur telt á netinu líka og þú getur telt við tölvur. Ef við komum eins inn á sko, mannlegi þáttunum, hverju er hann að bæta við eða er tölvan hreinlega öflugri? Já sko, tölvur er náttúrulega öflugri í skák, en fyrir mér ef við erum að tefla við andstæðingar, þegar við teflum á netinu þá getur við telt við fólk hvaðan er á heiminum og oftast á þínu styrkleika sem er mjög skemmtilega skákir. En fyrir mér er miklu skemmtilega að vera yfir borðinu og fá þetta. Þú sérð andstæðinginn, sérstaklega ef þú ert að vinna þá sérð hann aðeins engjast oft á tíðum, sérstaklega í sitt tímamörkunum þá eru meiri tilfinningar og það er miklu skemmtilega. Það verður meiri spenna, það verður meiri svona alvar í því oft tíðum líka og þegar að þú ert teflir á netinu þá getur þú svona leyft þér að komast upp með ofta tíðum að vera ekki eins einbeittur en fyrir mér þá er það að tefla yfir borðinu hefur alltaf vinningin. Þannig að við sjáum það ekkert í framtíðinni ef við séum bara farin að fylgjast með einhvern tölvum að tefla? Nei, held ekki. Það eru haldið mót og svona það sem að skákforrit og tölvu tefla sér á milli en það eru ekki margir sem hafa áhuga á því. Nei. Það er mannlegi þátturinn sem að fólk sækist í og þessi mistök líka, bara eins og í öllum öðrum íþróttum. Þú ert ofta tíðum að fylgjast með og það þarf mistök til að vinna. Já. Það þarf mistök til að vinna fótboltaleik eða handboltaleik eða skák. Þannig að áhorfendur eru náttúrulega líka að fylgjast með því hvenær verða mistökin. Já. Og það er svona spenni í því og ok, hann gerir mistök, sér hinn það. Þú veist, það er svona pínu svoleiðis. En það er kannski kostur líka við skákina er að þú getur náttúrulega borið þig saman við hinn fullkomna keppanda sem getur þá verið tölvan ef ég er að fótbolta með dreymur að keppa út þeim bestu. Ég fæ líklega aldrei tækifæri til þess, en þú getur alltaf borið þig saman við þá. Algjörlega. Ég get telt við mjög öflugt skákforrit bara sem að ég hef ekki séns í bara til að sjá hvar ég stend. Og svo náttúrulega er það mjög þægilegt að þau eru mjög mismunandi styrkleika. Þannig að eftir því sem að þú bætir þig, þá sérðu það líka á árangrinum þínum á móti þeim. Já. En eins og segir, þetta er mjög skemmt að þú getur paraði og líka þurft, og kannski eins og fyrir okkur Íslendinga og svona sem er að tefla. Ef maður er að tefla á netinu
og ég lendi stundum í því að ég tefli við erlenda stórmeistara í hraðskák og svona sem að maður hefur ekki mikið tækifæri á að gera hérna á Akureyri. Nei. Eða fyrir sunnan þar sem að, jú, Íslendingar eiga flesta stórmeistara með höfðtölu en þeir eru það ekki samt, það ýkja margir. 13 ég held. Þannig að auðvitað, það skemmtilegt að fá tækifæri á að para þessu á móti bestu mönnum í heimi og mönnum sem eru atvinnumenn í sinni íþrótt. Og þarna eru kannski komin einhver ákveðin líkindi með eins og rafíþróttum að þannig getur verið að keppa við hvern sem hvar sem í heiminum, hvenær sem með aðrar íþróttagreinar það sem þú ert bundin af því, lítil íþróttagrein, það eru fáir keppendur, ég að keppa alltaf við sama fólkið nema þá ég sé að fara að leggja í löng ferðalögin. En þú lendir ekki eins í því í skákinni? Nei, einmitt, af því að maður hefur þetta á netinu líka til að fá fjölbreytnina þar. Og þú veist náttúrulega venjulega aldrei hver það sem sko hinum megin á bak við tölvuna. Þannig að það er skemmtilegt líka sko. Kynnistu mikið af fólki allan heim í þessu? Nei, það reyndar ekki. Það nú venjulega bara þannig að maður teflir og svo bara heldur maður áfram á næstu skák. Það ekki, en semst yfir netið. En svo það náttúrulega þannig að maður hefur farið út að tefla og svona og tekið þátt í alþjóðlegum mótum líka í Reykjavík og þá kynnist maður auðvitað fólki þar sem að ég var náttúrulega mismiklu sambandi við, svo sem, en engu að síður mjög skemmtilegt. En aldur, hann alveg afstæður þarna og þú getur haldið áfram endalaust að tefla. Algjörlega, þetta eitthvað sem maður getur gert fyrir lífstíð og það skiptir ekki máli hvort þú ert sko 6 ára eða 100. Það á ekki á neina áhrif á styrkleika eða segja neitt til styrkleikaðinn. Sá sem 6 ára getur alveg verið betri en einhver sem 30 og þannig sko. Já. Þannig að já, þetta ekki eins og í öðrum greinum þar sem að líkamlegur styrkur hefur svakalega áhrif og þú toppar bara ákveðnum tíma. Auðvitað það ákjósanlegt að vera og bestu skákmenn í heimi eru flestir á milli 20 og 40. En það samt alveg einn maður sem fyrir heimsmeistari sem þetta 60 aldur. Og hvort hann komin á 60 aldur. Og hann samt að tefla við bestu skákmenn í heimi. Þannig að maður sér það alveg að aldurinn skiptir engu máli þarna sko. Nei. Þannig að þarna ertu á þessu aldursspili komið þá með kannski þessa fullkomnu blöndu af reynslu og svo því að heilin að vinna ennþá hratt og þú ert ungur og hraður. Já, það náttúrulega, starfsemi heilans náttúrulega hraðari sem þú ert yngri, þannig að það hefur áhrif náttúrulega þegar þú ert að tefla og þú getur hugsað aðeins hraðar. Þannig að þar hefur yngra fólk vinninginn en þeir sem eldri bæta náttúrulega upp með meiri reynslu og oft á tíðum meiri þekkingu heldur en þeir sem yngri. Þannig að þú ekki í neinu vandræðum á eldri árum með hvað þú ætlar að gera? Alls ekki, get ekki beðið. Tíminn runnið frá okkur í þessari löngu skák okkar. Við þurfum að hittast og taka hérna skák við tækifæri. Algjörlega. Takk fyrir komuna, Andri. Og takk fyrir áhorfendur. Við sjáumst hress í næstu viku. Taktikinn í boði Jakko og Jóða Mjóð.